ljóst þín stræti, þín lágu hús og allt sem fyrir ber. Og þótt svo tárið oft minn vanga væ. Komið sæl og blessuð og verið velkomin í 4. þátt af Borgarlínunni. Í dag munum við tala umhverfismál. Og nú ætlum við að komast að því hvað flokkarnir ætla að gera í umhverfismálum. Stefnan okkar í umhverfismálum að gefa engan afslátt af því sem þarf að gera til þess að ná Parísarsáttmálanum. Og við viljum kolefnishlutlaust borgarsamfélag og þar eru þessar grænu samgöngur algjört lykilatriði, en það líka hringrásarhagkerfið að fara vel með auðlindir og nýta vel það sem við eigum. Og þannig að við Píratar erum svolítið upptekin af því að fara ekki einhverja málamiðlun í grænumálum, heldur ganga alla leið og gera eins mikið og þarf að gera, ekki stoppa fyrir við erum búin að ná þeim markmiðum sem verðum að ná, sem Parísarsáttmáli. Og þannig að og þar kemur inn svona þessi vísindalega nálgun og þessi upplýsta ákvarðanataka sem við Píratar erum upptekin af, að byggja ákvarðanir okkar á gögnum og á vísindum og spyrja bara vísindafólkið og láta gera greiningar hvað þarf að gera til þess að við náum Parísarsáttmálanum, eða hvað þarf að gera til þess að við komumst hjá þessari hamfarahlýnun og breiðumst við henni. Umhverfismálin skipta okkur rosalega miklu máli og þar getum við nefnt marga hluti. Við viljum hraða orkuskiptum í samgöngum, að fleiri geti nota rafmagnsbíla, og til þess að það gangi upp þá þarf að vera hægt að hlaða bílana og það er ekki nógu margir staðir hérna í borginni til að hlaða bíla, þannig að við viljum auka á það. Við viljum styðja við alla þessa umhverfisvænu faramáta við viljum styðja fólk sem vill ganga eða hjóla eða nota rafmagnshlaupahjól eða fara í almenningssamgöngur, eitthvað svoleiðis. Svo þurfum við líka að fara í kolefnisbindingu og þar hefur verið frábærlega spennandi svona nýsköpunarlausn sem heitir Carbfix. Við viljum styðja áfram með það, við viljum gróðsetja meiri tré, endurheimta votlendi. Þannig að það eru margar lausnir en loftslagsmálin skipta okkur máli og eru ein af svona stóru málunum sem við erum að fást við í samtímanum og til framtíðar, og þau snerta líka sveitarstjórnarstigið. Og það kemur líka að bara hvernig við erum að meðhöndla sorpið okkar og fleira. Þannig að við þurfum að það er í mörg horn að líta. Það er rosalega mikilvægt að við tökum okkur á í sorpmálunum og við höfum séð sveitarfélög á Íslandi standa sér vel í því að það eru sumir sem flokka miklu meira, gera það verkum að það er minna brennt og minna urðað, og þetta er loftslagsmál og það er minni matarsóun sem að fylgir því þú ferð að hirða lífræna sorpið, þá ferð að hugsa betur það hvað þú hendir miklu. Og það skiptir mjög miklu máli að þetta er stórt umhverfismál að við flokkum sorpið vel og að borgin tryggi að þetta sé ekki flókið fyrir heimilin, þetta á að vera einfalt. Og það er náttúrulega mikið mengun og við þurfum að koma með fyrir mengun, og það er líka mikið oft fólk bara pikkfast í einhverju bílaröð. Þannig ég held að rótin að þessu sé náttúrulega stórefla almenningssamgöngur, af því að við viljum náttúrulega gott kerfi þar sem að fólk þurfi ekki að vera að treysta á bílinn og getur bara treyst á almenningssamgöngur, og til þess að byggja upp góðar almenningssamgöngur að þá náttúrulega þarf að hlusta meira fólki sem að nota strætó í dag og svona byggja upp gott kerfi. Þannig það er rauði þráðurinn hjá okkur að við viljum hlusta fólkið, leita til þeirra og ekki bara fólksins sem er alltaf í strætó, heldur líka að tala við vagnstjórana sem eru líka oft með mjög góða punkta og þekkja kerfið svona inn og út og eru að tala að það væri miklu betra að gera hlutina svona, gera það hinsegin, búa til gott kerfi sem að fólk vill virkilega nota. Ég hef verið að reka viðburðafyrirtæki sem hefur haldið tónleika og sýningar og vörusýningar og við höfum verið með ráðstefnur, bílafólk á framtíðin, og við erum að fara að opna á sölu á sýningu í Laugardalshöllinni sem heitir Grænar lausnir. Við erum með umhverfismál og þess vegna hef ég þurft að kynna mér það mjög vel. Hvað þýðir það að vera græn borg? Hvað er það í raun? Og mjög mörg fyrirtæki vilja tikka í þetta box að segjast vera græn fyrirtæki og það er virðingarvert að
fyrirtæki vilja fara þá leið. Við erum píndið að svona ennþá að læra það. Hvað það að vera græn og vera sjálfbær? Og grænu áherslurnar, þær ganga ekki út af það í borginni að skipta og vera með LED-lýsingar, að plokka sorpið sitt og minnka notkun á ljóseitunarvelni. Þetta eru mjög mikilvægt þættir, en við erum ekki græn bara við tikkum í þessi box. Allt sem við gerum, af því að umhverfismál og loftslagsmál í rauninni allt sem við gerum, alveg svo jafnréttismál. Það er ekki einhver málaflokkur í mínum huga sem heitir bara loftslagsmál. Það er bara allt sem við gerum snýr að loftslagsmálum. Það er flugvöllurinn, það eru samgöngurnar, það eru húsnæðið sem við byggjum. Þétting byggðarinnar í rauninni loftslagsmál. Úrgangsstjórnun, það er sem sagt allt rusli sem við erum með. Hvernig við förum með það í hringrásarhagkerfið, hvernig við búum til nýja hluti upp úr ruslinu okkar. Alveg eins og við erum farin að búa til nýja vörur upp úr rusli, ef við getum sagt frá sjávarútveginum. Það sem áður var roð í fiski og var bara hent, það er í dag krem og fæðubótaefni og alls kyns sniðugt. Og við eigum að gera eins við ruslið. Ruslið er í rauninni bara einhver dýrmætt vara sem við eigum að búa til. Við viljum flýta orkuskiptum sem fyrst, þannig að sem flestir komist á helst metanbíla, vegna þess að við, eins og þú veist kannski, þá framleiðir Sorpa mjög mikið af metani og metan er vistvænt gas, jarðgas, sem er afurð sem bara kemur hjá Sorpu nánast í mjög mikilli gnótt, en vegna þess að við nýtum mikið metanið til þess að á bílunum okkar, að þá er við að brenna því. Þannig erum við að sóa mjög dýrmætum orkugjafa. Við höfum talað til dæmis fleiri friðlýsingar í borgarlandinu. Þær hafa eiginlega staðið í stað undanfarin ár, en svo komum við Vinstri græn og við settum enn meiri kraft í umhverfismálinu og náttúruverndina. Við viljum fjölga grænum svæðum í borginni. Við viljum til dæmis fá borgarlandverði í borgina sem að passa þessi svæði. Þannig að þetta er líka loftslagsmál, þetta er líka hvernig borg þú býrð til fyrir aðra lífverur en bara okkur. Þannig að við viljum fjölga þessum náttúrulegu svæðum í borginni og passa upp á að við getum öll verið hérna litlar og smáar lífverur og stórar. Við viljum náttúrulega bara fara sparlega með allt, svona almennt séð. Við viljum bara ekkert vera að fara í of stóra framkvæmdir. Þetta er náttúrulega gríðarlega stóra framkvæmdir sem við erum að fara í, þessum borgarlína og allar þessar Miklubrautarstokkur. Þetta eru ekkert sérlega stórar umhverfisvænar framkvæmdir. Það þarf gríðarleg truflun á þessu stendur. Við viljum bara að maðurinn lifi í sátt við náttúru, en við viljum líka nota náttúruna okkur til að bæta lífsgæði okkur og lífsgæði Reykjavík. Til dæmis gætu allir strætisvagnar í Reykjavík verið metanvagnar, en strætó BS á bara örfáa metanvagna og er að panta núna mjög marga rafmagnsvagna og rafmagnir hins vegar á skornum skammti að verða. Þannig að með því til dæmis að við verðum öll komin á auðvitað rafmagn og metan helst, þá erum við að gera mjög mikið fyrir okkar loftslag og þarna þurfa allir að hjálpast að, við þurfum að flokka heima okkar sorp betur og það hefur allt verið að byrja að gera fyrir löngu. Og ég held að við höfum aldrei verið jafn tilbúin og viljug til þess að gera þetta. Svo þetta er rosalega allar breytingar eru frekar leiðilegar í byrjun. En þegar við erum búin að venja okkur á eitthvað og við vitum að markmiðið er mikilvægt, að þá líður öllum tiltölulega vel með að standa sig vel í til dæmis sorpmálunum. Svo þarf líka bara að tryggja það að strendurnar okkar hér, fjörurnar í Reykjavík séu hreinar. Við viljum hreina borg. Við viljum, það þarf að þrífa göturnar vel og tryggja það sé ekki svifryk og við eigum að reyna að nota nagladekk ekki mikið. Eins og við sjáum hér þá erum við komin í þetta heimili hjá venjulegum Íslendingi og hérna liggur hann í rúminu sínu dauðþreyttur eftir fiskivinnsluna eins og allir Íslendingar vinna í og
eins og við sjáum þá það lokað, við skulum bara sjá til. Vaknaðu! Vaknaðu, drengur! Ertu vaknaður? Halló! Hæ? Já, hvað? Ég vildi bara fá að spyrja eina spurningu. Hvað finnst þér borgarlínuna? Hvað ertu að gera í húsinu mínu? Hvað finnst þér borgarlínuna? Ég að spyrja þig! Hvað finnst þér borgarlínuna? Mér alveg sama. Má ég bara fá að sofa? Fucking helvítis. Fucking svaraðu mér! Svaraðu mér! Ég ekki búinn að fá neinn góð viðtöl síðast liðin ár. Manneskja býst við viðtali. Allt í lagi. Fucking svaraðu mér! Ég búinn að vera að spyrja þetta í mörg ár og það ekki búinn að gera neitt. Fucking god! Ég hata borgarlínuna bara. Fucking god, maður, það bara svona, það ekki neitt búið að gera þessi ár og fucking, ég búinn að vera að spyrja fucking vekjaraklukku og svona, þetta ekki ruglið. Holy fucking shit, ég get þetta ekki lengur. Jesus Christ. Hef fengið nóg af þessu rugli. Bara fuck me, maður. Jesus. Maður, ég get ekki fengið eitt einasta svar við þessari spurningu fucking helvítis borgarlínu. Jesus. En hvernig ætli flokkunum hafi fundist borgin vera að standa sig í umhverfismálum síðustu árum? Borgin hefur verið í fararbroddi í loftslagsumræðunni og loftslagsmálum. Við höfum verið að þrýsta á ríkisstjórnina og aðra að koma með okkur í þau. Þannig að svona grænar áherslur hafa verið mjög ofarlega á blaði í Reykjavík. Hins vegar er ég þeirrar skoðunar að umhverfismálin skiptir svo miklu máli að það megi alltaf gera betur og ég held að næsti áratugur verði áratugur umhverfismálanna vegna þess að Reykjavík hefur sett sér það markmið að vera ein af þeim borgum í Evrópu og þar með heiminum sem verði fyrst til að ná í mark sem kolefnishlutlaust borgarsamfélag. Borgin gæti sannarlega gert betur og við viljum bara vera í fararbroddi og ekki bara innanlands heldur á heimsvísu. Mér finnst Reykjavík vera svo kjörin borg, svo kjörin í stærð til að vera algjörlega framúrskarandi á heimsvísu í svo mörgum málum og við erum með þessa umhverfisvænu orku. Nú er Oslo svo borg í heiminum þar sem að rafbílavæðingin hefur verið svona í fremstu röð og ég vil að við bara tökum fram úr þeim og séum fremst allra í heiminum í þessum orkuskiptum og við eigum alveg að geta það. Við hefum getað gert mikið betur, ég segi við, en málið er að eins og þú veist er Flokkur fólksins ekki meiri hluta í borgarstjórn, heldur við minni hluta og við hefum þess vegna engin völd. En við getum bara verið að tala hlutina og vonum til þess að með því að tala sama hlutina þá dropin steinin, smátt og smátt þá síast það inn og til dæmis með orkuskiptin hefði ég viljað sjá að borgarstjórn meirihlutinn hefði verið með meiri ívilnanir fyrir þá sem að aka á metan og rafmagnsbílum þannig að þeir geta kannski bara svona lagt frítt og með þeir sem eru enn á bensínu þurfa að borga gjald þannig að við hefum getað svona stutt svo mikið betur og hvatt fólk til þess að flýta orkuskiptunum. Ég finnst þeir hafa staðið sig bara svona almennt sig í umhverfismálum, þá finnst mér þetta að vera oft ákveðin svona skreytinga viðskipti hjá þeim. Þar sem þeir eru í rauninni að það er farið að stað með risa framkvæmd eins og í Sorpu. Gríðarleg fé notað í þá framkvæmd, en á endanum þá eru menn rauninni að framleiða vöru sem enginn tekur við. Þannig er verið að taka, þannig er rusl úr Reykjavík flutt upp í Sorpu. Það er verið að búa til moltu sem er svo menguð að það þarf að urða hana og þannig mér finnst að menn séu að kannski fara af stað í svona ákveðna vegferðir án þeirra að hugsa það til enda. Mér finnst við að hafa staðið okkur nokkuð vel, við sem erum 4 flokkar núna í meirihluta komum svolítið saman í kringum
grænumálin og umhverfismálin og höfum verið að gera mikið, en mér finnst samt að við þurfum að gera meira og ganga lengra og ég vil ekki fara í neina málamiðlanir hvað það varðar. Mér finnst að það sé alveg fullilega kominn tími til þess að við bjóðum upp á alvöru bíllausa byggð þar sem þú þarft ekki að eiga bíl. Að þú getur átt bíl en að bílinn sé ekki svona aðal einhvern veginn kjarni alls skipulags sem hann hefur verið. Við erum alltaf að standa okkur betur og betur en við eigum að standa okkur mikið meira betur. Sko, við erum búin að gera nýja loftslagsstefnu, við erum hérna með 11 aðgerðir sem við erum bara að keyrum í gang núna, keyrum þær í gang núna strax eftir COVID. Þar eru náttúrulega úrgangsmálin, sorpmálin eru risastór hluti af því, samgöngumálin eru risastór hluti af því, nagladekk og alls kyns svona hlutir. Við þurfum að breyta hegðun hjá okkur. Mér finnst til dæmis skógrækt og fleira partur af því. Ég til dæmis skógabondi. Ég ekki bara borgarfulltrúi, ég er líka bóndi og ég set niður 11.000 plöntur á ári og það stór partur af loftslagsmálum líka. Sko, mér finnst borgin hefði mátt standa sig dálítið betur í sorpmálunum. Maður heyrir að þeir byggðu þarna stöð sem heitir Gaia sem átti að verða lyftistöng í því að flokka sorp og framleiða metan og svoleiðis, en hún klúðraðist og kostaði margar milljarða að laga það. Þannig að það ekki gott. Ég hefði viljað að við værum komin lengra í því að flokka sorpið og sinna því betur. Mér finnst margt þurfa að laga, margt og það væri svo hægt að leysa svo margt, tel ég og eins og ég hef svona tekið eftir í núna nýverið að þegar ég er að labba svona yfir götu þá finnst mér grænikallinn alltaf mér finnst ég hafa minni tíma til að komast yfir götuna og ég labba alveg ágætlega hratt, þannig að ég hugsa oft að borgin sé ekki hönnuð fyrir okkur einhvern veginn sem erum að labba borgina og hugsa einhvern veginn þetta til að bílarnir komist fljótar áfram, en þá þarf líka að hugsa okkur sem erum gangandi, þannig að það þarf einhvern veginn að endurskipuleggja þetta betur. Svo það þannig með eins og með rafmagnsbílana, þeir eru ennþá það dýrir að efna minna fólk getur ekki ennþá fjárfest í þeim, þannig að við þurfum einhvern veginn, þar hefði kannski Alþingi geta komið betur inn í og síðan vildi flokkur fólksins fyrir 4 árum fara í sorpflokkun meira á heimilum, en þeirri tillögu nú var felld. En svo það að gerast núna, en við erum þá kannski, hefðum gert það fyrir 4 árum. Vinstri græn eru mikið með því að setja hringrásarhagkerfi í Reykjavík, þar sem þetta hagkerfi sem vinnur í takti með náttúrunni. Við spurðum þau hvernig það ætti að gera það. Já, við erum byrjuð á því. Það felst í því að við eflum líka umhverfisvitundin okkar og við séum að kenna fólki hvernig við getum orðið umhverfisvæn. Þetta ekki bara í leikskólum og grunnskólum og hvað eina, heldur við séum að kenna bara borgarbúum hvernig þeir eiga að fara með umhverfið sitt og náttúruna og hvernig þeir geta komið því sem þeir láta frá sér í réttan farveg. Og það þýðir að borgin þarf að safna enn fleiri flokkum við heimili, þannig að við getum flokkað lífrænt eins og við gerum með plastið og pappan og pappírinn. Við þurfum að safna málmum, við þurfum að fara að endurvinna gler. Þannig að úrgangsmálin risastórt tæki til þess að við getum staðið okkur enn betur í umhverfismálum. En það þýðir líka að við þurfum að hafa orkuskipti í samgöngum, við getum ekki verið að keyra brunabílana okkar. Við þurfum að ala upp strætónotendur framtíðar og borgarlínunotendur framtíðar. Við eigum að geta líka gengið fyrir okkar eigin orku, vegna þess að það heilsusamlegt. Við þurfum að hreyfa okkur meira og best að ganga náttúrulega fyrir eigin orku. Þannig að umhverfismálin eru eiginlega á svo mörgum sviðum. Og við getum staðið okkur mikið betur í því og borgin til dæmis byggir innviði og stuðlar að því að við getum verið umhverfisvæn. Og þetta okkur Vinstri grænum mjög. Takk fyrir að horfa þennan þátt á Borgarlínum. Ekki missa næsta þætti þar sem við munum tala menntamál. Ó borg mín borg, ég lofa ljóst
þín stræti, þín lágu hús og allt sem fyrir ber. Og þótt svo tárið oft minn vanga væti, von mín einatt bundin þér. Og hversu